Sæl aftur. Við ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum. Ég kom með virkilega góðan gest núna. Það er hann Arnar Már Arngrímsson, rithöfundur og kennari. En hann vann nýverið bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs í barna- og unglingaflokki fyrir bók sína Sölva sögu unglings. Velkomin Arnar. Kæra þakkir. Gaman að fá þig í þáttinn. Gaman að vera þetta. Klassísk svona fyrsta spurning. Kom þetta óvart? Þetta kom mjög óvart. Þetta var búið að vera langur aðdragandi. Við fengum fréttirnar í apríl, minnir mig að við höfum verið tilnefnd. Og síðan tók við þessi langa bið og í þessum verðlaunum er það þannig að enginn fær að vita neitt fyrirfram. Þannig að við sátum þarna dæmd í útvarpssalnum í Kaupmannahöfn og ég hélt ég fengi taugaáfall þegar þetta fór að tikka inn að mín bók hefði orðið fyrir valinu. Já. Og varstu með tilbúna ræðu og... Já, sko, það voru nú fyrirmælin sem við fengum, en ég hafði nú verið kennari, það var maður hyskinn og latur, þannig að ég ákvað bara, ef ég yrði valinn, að taka þetta á adrenalíninu og samdi ræðu þarna þessa 10 metra leið á leiðinni upp í pontu. Það hefur gengið bara... Já, sko, ég held að maður, það datt inn þarna kennarinn sem er búinn að standa oft við fáránlegri aðstæður þessar og bjargaði sér einhvern veginn. Ég man voða lítið eftir þessu. Sölva saga unglings. Þetta er mögnu bók, ég er búinn að lesa hana sjálfur. Takk fyrir það. Hún er í barna- og unglingaflokki, en hún er klárlega ekki bara fyrir börn og unglinga eða hvað? Nei, ég leit á þetta sem, þetta er saga ungling fyrir alla þá sem eru komnir til vits og ára, kannski svona eru eldri en 15-16 ára. Já. Og hann náttúrulega sko á í svo miklu samskiptum við eldra fólk í bókinni. Kynslóðurnar, foreldranna og ömmunar. Já. En hann Sölvi, nú hefur þú verið kennari nokkur skeið og hefur unnið með börnum og unglingum. Heldur að það hafi veitt einhvern innblástur í þetta, eða hvað var það sem að... Já, algjörlega. Það náttúrulega var sem sagt bæði það fjalla almennt séð þessi ár og þá var ég mjög upptekinn af minni upplifun, þannig að ég hugsaði oft tilbaka. Já. Síðan hef ég haft þessa krakka fyrir augunum á mér og lesið mikið af því sem þau eru að skrifa og síðan er ég mikið að velta fyrir mér hvernig breytingar hafa orðið svona milli kynslóðanna með tæknibyltingunni fyrir 15-20 árum og mér langaði svona að tefla þessu öllu saman og þetta er orðið okkur svo framandi að segja skilið við tæknina í smástund að sjálfur fór maður í gegnum þetta allt saman þegar maður hringdi inn til að fá netsamband, síðan minnir mig í kringu 2000 þegar maður fengið sítengingu og síðan svona koll af kolli og síðan náttúrulega var gríðarleg breyting með snjallsímanum og það er held ég einhver svona mesta breyting sem er orðið í skólastarfi þegar að sú í rauninni truflun kemur inn sem að tekur þetta allt yfir. En já, ég er mjög upptekinn af því að hugsa og lesa mér til hvernig tæknin er að breyta okkur. Og ég kemst að nýrri niðurstöðu daglega en þessi hugmyndum að þetta myndi færa fólk nær hvert öðru, ég held að við séum aðeins að sjá að það sé kannski ekki í raunin og hugsanlega erum við á leið í hina áttina. Já, allir í sitt horn. Það er dálítið þannig. Já, einmitt. Sko nú þú veitir dálítið mikla innsýn inn í höfuðið á Sölva og hvað hann er að hugsa og svona maður kynnist mjög vel persónunni, svolítið afgerandi persóna. Hvernig svona nálgaðistu það? Talaðirðu við unglinga, fékkstu einhver viðtöl, hvernig fórstu að því að ná að teikna svona upp svona kannski raunhæfa mynd af hugsunarganginu? Sko það er kannski blanda af því að hafa verið kennari, vera forvitin, hlusta, lesa það sem þau skrifa,
horfa á kvikmyndir, að lifa og hrærast allt í þessum heimi og síðan náttúrulega líka að geta allt í eyðurnar. Að hann er engan veginn dæmigerður unglingur. Hann er í rauninni sko, hann er mjög sér á parti. Það er ekkert, ég veit ekki hvort það eru margir sem eru sko í rauninni jafn hrifnir af kveðskap eins og hann. Þó að hann viðurkenni ekki fyrir sjálfum sér að bækur og lestur sé eitthvað sem að koma hann við. Það er meira held ég eitthvað sem að viðhorf sem hann hefur svona tekið að láni. Að það er allt í strákamenningunni að vera ekki að viðurkenna að þú sért fyrir skáldskap og listir á vissum aldri. Og þetta er barna- og úlingabók, allavega titluð í svona flokkunarkerfinu, eftir að segja þessum svo. Úlingabækur fyrir kannski svona seinni part grunnskóla og framhaldsskóla, það 15-20 ára eitthvað svoleiðis. Finnst þér þær kannski dálítið að láta hann mæta afgangi? Mörgu leyti. Það er verið að gefa út gríðarlega flottar bækur og líka þær vilja ekki allar láta flokka sig. Að þetta eru bækur sem eru fyrir eldri kynslóðina líka. En svona eru settar í dálítið barnalegan búning oft, eru settar í barnadeildina og foreldrar, eða fullorðið fólk lítur svo á að þetta sé ekki fyrir fullorðna. Sjálfur hafa augu mín meira sér að opnast dálítið fyrir þessari staðreynd, að þarna eru bækur sem eru í rauninni mjög djúpar og alvarlegar. Þetta virðist hafa gengið betur með kvikmyndirnar, að það er miklu meira kvikmyndir núna sem að kannski eiga höfða til unglinga, en er ekkert síður fyrir aðra og fólk, fullorðið fólk er tilbúnara þegar kemur að kvikmyndum að horfa fram hjá stimplunum, held ég. Þannig að ég myndi vilja sjá sko úlingabókum eða bókum úlinga og börn hampað betur. Ég vil sjá betri umfjöllun eins og í sjónvarpi og fjölmiðlum. Mér finnst stundum dálítið tala niður til þessar greinar. Einmitt. Og nú hefur þú eins og verið kennari nokkur skeið og hefur sem farið í rithöfundabúninginn og vinnuð þessi stóru verðlaun. Hvað þýðir þetta fyrir þig og framhaldi hjá þér? Sko þetta er náttúrulega gríðarlega mesti heiður sem mér hefur hlotnast á ævinni og opnar margar dyr og glugga út í heim. Nú þegar hefur mér verið boðið á ýmsar bókmenntaráðstefnur, það eru ýmsar þýðingar í spilunum og slíkt. Ég sé fyrir mér að á næstunni að sameina þetta. Þetta fer mjög vel saman að kenna og skrifa og kenna er í víðum skilningi og miðla. En þetta gerir mig kleift að ég ætla að vona það ég þurfi ekki að strita í 100% dagvinnu sem kennari. En þú munt halda áfram á þessari braut væntanlega, það liggur eiginlega í augum uppi eða? Já, ég hef bara það gaman af því að skrifa og í rauninni hefur það verið þannig alla tíð, hvort sem að var að blogga eða skrifa e-maila eða bref eða setja saman vísur eða hvað sem er að það kemur alltaf upp þessi þörf að skrifa. En það var í fyrsta skipti þarna fyrir 3-4 árum sem að laust niður í hausinum með svona hugmynd að persónu sem að lét mig bara ekki í friði að skrifa stærra verk sem ég myndi sinna í 2-3 ár og sjá hvað gerðist og það var gríðarlega skemmtilegt að fram að því að ég skrifað greinar og eitthvað sem að tók 2 daga viku að klára en að eyða svona miklu púðri í stærra verkefni var ofsalega gefandi. Trúi því og það verður spennandi að fylgjast með því hvað þú gerir næst og verkefnum. Takk kærlega. Ég er að vinna framhaldi, koma því að. Er það svoleiðis? Já, það stóð aldrei til en þannig er það. Ok, við bíðum spenntir til því. Takk kærlega fyrir komuna í þáttinn, Arnar Már, gangi þér vel. Takk fyrir mig. Og við höldum áfram eftir skamma stund.